Stórkostlega stjörnubjarta nótt streymir yfir heiminn svört og hrein. Í þér get ég ekkert hugsað ljótt og ekki steðjar að mér hætta nein. Sitt hér í skapi ljúf og léttu, lífið svo gott. Það indælt fyrir litla engisberrettu. Þvílíkt dýrðarkvöld, það endalausar stjörnur og friður og kyrrð. Og ég líka svona ljómandi vel upplagður. Og ég get sagt ykkur það að samviska mín, hún hrein eins og nýþveginn vasaklútur. Stórkostlega stjörnubjarta nótt. Stjörnur brosa til mín skært og bjart. Skýin vilja burtu fara fljótt. Feimin við það dýra himnaskap. Já, jörðin með ráði réttu rómantískum. Heyrðu þið þetta? Heyrðu þið þessa rödd? Þetta getur ekki þýtt nema eitt, má ég sjá. Ég vissi það. Þarna hún, óskastjarnan. Nú kominn tími til að óska sér. Ég ætla ekki að missa þessu. Hvernig var nú aftur þulan? Hátt á svörtum himni, já, heilla stjarnan skín, alveg rétt. Það kannski óskastjarnan mín? Ég með það. Hátt á svörtum himni, hana vil ég sjá og óska mér, já, óska ef ég má. Óska stjarn á himni hátt, hjartans bæn þú vita mátt. Ef þú vilt mér gefa gaum, get ég sagt þér leyndan draum. Þetta er hann Jakob, gamli leikfangasmiður. Greiði kallinn, hann vinnur alltaf langt fram á nótt, en alltaf blankur. Stórkostlega stjörnubjarta nótt. Stígðu nú í kofann til mín inn. Góða drauma get ég til þín sótt og glottir að mér tunglið, vinur minn. Þessi nótt eins og sniðin, einmitt fyrir mig, fyrir gamla leikfangasmiði. Hátt á svörtum himni, eitthvað stjarnan skín. Það kannski óska stjarnan mín? Hátt á svörtum himni, hana vil ég sjá. Óska mér, já, óska ef ég má. Óska stjarn á himni hátt, hjartans bæn þú vita mátt. Ef þú vilt mér gefa gaum, get ég sagt þér leyndan draum. Nei, sæll litli kall. Sælir? Hvað, ert þú einn að norpa hér út í kuldanum? Jú. Viltu ekki koma inn í hlýjuna? Ósköp laglegur engisbrettu kall. Ósköp sætur lítill angi. Sætur angi? Við skulum nú ekki fara yfir strikið, en Tumi heiti ég. Ha? Ætli kallinn sé farinn að heyra illa. Ég heiti Tumi og ég engisbretta. Hvað? Heyrði ég rétt? Var ekki engisbrettar að kynna sig?
og segjast heita Tumi. Jú, það alveg hárrétt hjá þér. Tumi hérna megin. Já, margt hef ég nú heyrt á langri ævi, en talandi engispretta, það nú eitthvað alveg nýtt. Eins og að talandi engisbrettur sé eitthvað nýtt. Jæja, Tumi minn, tiltu þér nú bara hérna á rúmið. Já. Og fáðu dálitla hlýju í kroppin. Ó, þakka þér fyrir. Já, kannski gauka ég að þér einhverju góðgæti á eftir. En fyrst ætla ég að ljúka við að smíða það sem ég var byrjaður á, svona áður ég fer í háttinn. Já. Ó, já, það ósköp notalegt að hafa félagsskap. Jafnvel þó þú sért nú bara engispretta. Jæja, við skulum nú sjá, eitthvað vorum við nú byrjaðir að gera hér fallegt. Já, hérna var ég staddur. Skulum sjá. Já. Hvað viltu verða, hvað viltu verða, hvað get ég úr þér gert? Hvað viltu verða, hvað viltu verða, hvað heldurðu þú sért? Óskorinn drumbur, barasta bólur, barasta timbrið bert. Hvað viltu verða, hvað viltu verða, hvað heldurðu þú sért? Nei, Viðar bútur varla lengur, ég held þú verðir spýtudrengur. Vá! Já, hvað viltu verða, hvað viltu verða, hvað get ég úr þér gert? Bátur! Hvað viltu verða, Bolti. hvað viltu verða, Bekkur. hvað heldurðu þú sért? Geturðu smíðað engisbrettu stelpur? Óskorinn drumbur, alls engin bólur, eða þá timbrið bert. Mér vantar svo hengirúm. Hvað viltu verða? Sjáðu nú hver þú ert, sérðu bara, Tumi, svona laglegur spýtukall. Já! En Lindi, hann nú dálítið ófríður. Já. Hann má nú alltaf laga það. Já! Heja, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sjáðu nú hver þú ert. Sjá. Heyrðu, ég skal hjálpa þér. Já, Ég skal hjálpa þér. Svona. Svona, já. Svo, bú. Vá, hann sérdeilis glæsilegur. En þó ég segi sjálfur frá, þá mætti hann vera örlítið grænni. Þú ert skemmtilegur kall. Skemmtilegur kall. Ég nú bara engispretta, sjáðu til. Æ, veistu það, Tumi minn, ég bara verð stundum svo óskaplega einmanna. Svona sérstaklega á kvöldin. Já. Æ, já. Jæja, nú bara get ég ekki meir, nú bara verð ég að fara og hvíla mig. Já, kannski gef ég mér tíma til að leika dálítið við þig á morgun. Þá ætla ég að setja í þig þræði og láta líta út eins og þú sért lifandi. Ral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 a. Mér hefur nefnilega alltaf dreymt það, Tumi minn, að eiga lítinn dreng. Jæja, já, ósköp hann nú fínn hjá okkur. Má ég sjá? Svo. Góða nótt, vinur. Góða nótt, pabbi. Og ég Hann að láta kissa sig. Já, ég veit að ég ósköp gamall og kjánalegur. Nei, það var nú alls ekki það sem ég átti við. Jú, það var nú einmitt það sem þú áttir við. Já, reyndar. Jæja, nú bara verð ég að fara og hvíla mig. Já. Þú passa nú upp á allt hérna á verkstæðinu hjá mér, en það ekki á meðan ég hvíli mig. Þú getur treyst mér, Jakob. Já, og þú hefur bara þína hentisemi. Já. Allt í lagi, Tumi minn. Góða nótt. Góða nótt, Jakob. Æja. Vá, þetta sérdeilis glæsilegt hjá honum Jakobi. Hoppus, hoppubói. Vá, nú lendi ég í vandræðum. Hoppusi, svona já. Vá, hvað hann þungur. Jakob, varstu að smiða einhverja feitabollu? Vá, svakalega hann fínn. Sjáiði. Hann gerður úr alveg úrvalsviði. Sjáiði. Vel pússaður í alla staði og meira að segja, þá eru öll liðamót í lagi.
Halló. Aðeins að bora í nefið. Ég má ekki. Svei mér þá, í þessari birtu hérna, þá gæti hann verið ljóslifandi þó ég segi sjálfur frá. Og þegar að tunglið skín svona fallega inn gluggann, þá engu líkara en að, þá engu líkara en að, hoppabói, hvað að gerast? Allt þetta á það einum hnerra. Nú læt ég mig hverfa. Komdu sæll, Tumi Engispretta. Hvernig veist þú hvað ég heiti? Ég hef fylgst með þér lengi. Það? Ég ætla ekki að gera neitt. Ég bara hnerraði pínulítið. Ég veit það. Svona, vertu ekki hræddur. Hræddur? Lít ég út fyrir að vera hræddur? Sko, ég get alveg sagt þér það að við Engispretturnar, við erum líklega óhræddustu kvikindi á yfirborði jarðar þó víða væri leitað. Það gott. Já. Þú gætir þurft á hugrekki að halda. Hvað? Svona, hættu nú. Annars gætur þið fipað mig og ekki viltu hafa það á samviskunni. Á samviskunni? Já. Sko, ég get sagt þér það að samviska mín hrein eins og nýþveginn vasaklútur. Hoppabói, fyrirgefðu. Í guðanna bænum ekki breyta mér í frosk. Lifna þú nú fótur, lifna þú nú handleggur, lifnaðu nú fljótur, spýtu kall, lifnaðu í framan, lifnið þið nú aug og nef, og hver þetta gaman, spýtu kall, horfðu svo á heiminn, hér þú, hér og nú, láttu lífið streyminn, hér og nú, þú ert þú. Ævin að byrja, óskaplega margt að sjá, og að mörg að spyrja. Spýtu kall, líttu nú á heiminn, litli kall, vertu ekki feiminn, litli kall, horfðu nú á heiminn, hér ert þú, hér og nú, láttu lífið streyminn, hér og nú, þú ert þú. Hói, hann að detta, bói, góss. Hó, þarna mjóaði munnu. Jæja, heyrðu, það verður einhver að passa upp á þennan óvita hérna. Mamma! Nei, ég get sko seint orðið mamma þín. Ég heiti Tumi og ég Engispretta. Mamma! Spýtukall. Spýtukall? Já, þú ert spýtukall, drengur skorinn úr tré. Tré? Og nú ertu lifandi. Lifandi? Vá, þetta alveg ótrúlegur orðaforði hjá honum svona strax í upphafi. Lifandi? Af hverju lifandi? Af því að gamall maður hitti á óskastund. Gamall og góður maður. Af því að óskastjarnan birtist honum og hann lét í ljós heitustu óskina sína. Ósk? Já, óskina að eignast lítinn dreng. Og af því hann átti það skilið, þá óskin hans að rætast. Ósk? Sjáðu, spýtustrákur. Þú
ert óskin hans Jakobs gamla. En mundu samt alltaf að þú ert bara spýtustrákur en ekki alvöru drengur. Það miklu flóknara að vera alvöru drengur. Kannski verður það einhver tímann, en þá verður líka að verðskulda það. Verðpulsa það. Verðskulda. Verkprumpa það. Þetta allt of erfitt orð fyrir þig. Þú að fara varlega þegar þú segir svona erfitt orð. Þú getur hreinlega bara tognað í tungunni. Ég gaf þér líf, spýtukall, og nú ertu að leggja af stað í mikið ævintýri. Það verður erfitt og það verður kannski hættulegt, en það verður líka þroskandi. Það verður froskandi. Þetta líka allt og erfitt orð fyrir þig. Hvað þetta? Þetta sög. Sög? Þú gæti sagað af þér handlegginn með þessu. Hvað þetta hérna? Þetta hefill. Hefill. Sko, það verður einhver að fela þessi áhöld. Hann gæti heflað af sér handlegginn. Og sauminn. Hvað þetta? Þetta eldur. Jakob verður brjálaður. Eldur. Brjálaður. Sko, það verður einhver að passa upp á þennan óvita. Það alveg rétt. Já, það verður bara einhver að passa upp á það, að hann fari sér ekki að voða og hann ger ekki bara einhverja tóma vitleysu. Ég hefði ekki getað orðað þetta betur sjálf. Sko, ég get alveg sagt þér það að heimurinn, hann fullur af hættum og svona tréhaus, hann þarf einhver til þess að leiðbeina sér. Einhver þarf að ala hann upp. Einmitt. Einhver þarf að hugga hann þegar hann á bágt. Akkúrat. Einhver þarf að vera honum góð fyrirmynd svo hann læri að þekkja muninn á réttu og röngu. Það hefði ég nú haldið. Og einhver þarf að vera samviskan hans. Einmitt. Og þú ert ráðinn. Ha? Tumi Engispretta. Já, hvað? Héðan í frá ert þú samviskan hans. Hans? Hans litla karls hérna. Nei. Og ef að þú stendur þig vel, Já. þá skal ég gefa þér eina ósk. Eina ósk? Heila ósk, Tumi, alveg útaf fyrir þig. Vistu það, þetta fallega boðið, en ég á að vera mættur á fund, rúmlega 3. Nú ertu orðin þú, það öruggt. En hver ertu? Það ekki alveg jafn öruggt. Gangi ykkur nú vel. Ha? Gangi ykkur vel. Gangi okkur vel? Gangi ykkur vel. Okkur tveimur, ekki gera þetta. Ekki fara. Ég, samviska. Eins og ég ekki nógu basli með mína eigin samvisku. Hvernig á ég þá að geta farið að taka að mér heilan spýtukall? Spýtukall. Spýtukall. Og þennan líka bjána. Tumi, vertu sterkur. Mundu það að engisprettur eru frábærar þó ég segi sjálfur frá. Að þá eru engisprettur líklega samviskusömustu kvikindi á yfirborði jarðar þó víða væri leitað. Eða eins og orðatiltæki segir, ef þú ert samviskulaus, fáðu þér þá engisprettu. Hefi. Já, þetta hefi. Hvað þetta hérna? Sofðu unga ástin mín út í regni. Æja, Tumi Engispretta, hvað þú að bardúsa? Ég held að væri hægt að treysta þér fyrir verkstæðinu. Jakob, Já. ég skal útskýra þetta allt fyrir þér. Já. Í fyrsta lagi var þetta ekki mér að kenna svo að það sé komið á hreint. Auðvitað. Það kom hingað einhver dís, Já. einhver svona álfadís, Jæja. sprota og vakti hann upp og þetta honum að kenna. Já, það ljótt að skrökva, Tumi minn. Ég held að það vissu það nú allir. Og líka Engisprett. Ég? Þú ert lifandi. Ég lifandi.
lifandi. Þú ert lifandi spýtukall. Ég spýtukall. Tumi, hvað hefur gerst hérna? Já. Má ég sjá þig, elsku drengurinn minn, má ég... Kannski að óskin mín sé að rætast. Má ég sjá þig, elsku drengurinn minn, má ég... Mamma! Ja, nei, ég get nú ekki með góðu móti verið mamma þín. Ég fæ kannski að vera pabbi þín. Pabbi! Já, ó, elsku litli drengurinn minn. Elsku litli pabbi minn. Já, þetta getur nú ekki gengið alveg svona. Tumi, við þurfum að finna eitthvað nafn á svona fínan spýtukall. Hvað getum við látið hann heita? Heita? Já. Heiðu, ég er með hugmynd. Ég er með það. Já. Ég er með það. Við látum hann að sjálfsögðu heita Já. Tumi Engispretta. Ha? Tumi Engispretta? Já, því þó ég segi sjálfur frá, Já. þá er ég búinn að heita Tumi mjög lengi. Þetta er fallegt nafn, það er hljómfagurt, kraftmikið og snaggaralegt. Er það ekki dálítið kjánalegt, Tumi minn? Jú, vissilega er það. Já. Ég er með það. Já, nú kemur það. Ég er með það. Já. Viðar. Ha? Já. Viðar? Já, af því að þetta er svona viðarbútur. Viðarbútur varla lengur. Jakob, það er komið. Jæja. Það er komið. Já. Já, Rósa. Ha? Já. Rós? Af því að tærnar á honum eru unnir og rósar við þig. Nei, þetta er náttúrulega strákur. Hættu nú þessari vitleysu, Tumi. Má ég sjá þig? Hætta þessari vitleysu. Maður er nú bara að reyna að hjálpa til. Algjör óþarf að koma svona fram við mann. Ég ætla ekkert að móðga þig neitt, Tumi minn. Nei, þú gerði það nú samt. Viltu ekki bara traðka á mér og skjóta mér út gluggann? Eða berja mig í hausinn með þessum flotta hamri? Eða hella yfir mig heilu glasi af gosi? Gosi? Já, viltu ekki bara sulla bara yfir mig gosi og drekja mér? Það er bara alls ekki svo slæm hugmynd. Jakob. Gosi? Hvernig líst þér á að heita Gosi? Já, heita gosi. Gosi! Gosi? Heita gosi. Við ákveðum það bara hér og nú, þú heitir Gosi. Gosi! Já, Gosi Jakobsson. Gosi! Já. Gosi! Gosi. Hann er strax búinn að ná þessu Já, meira að já. segja. Má ég sjá þig, elsku drengurinn minn? Loksins á ég lítinn dreng. Já, og ég fann upp á nafninu. Já, loksins á ég Jakob, lítinn. Hvað er þetta hér? hann var nærri búinn að feika í puttunum á sér. Við þurfum að passa hefilinn og hamarinn. Nei. Skrýtu að hönda stopp. Óðu kísa. Ef að þið látið að sjá ykkur hér aftur, þá kalla ég á lögregluna. Veistu, við erum bara ekki trætt við lögregluna. Þú kallar bara sjálf á lögregluna. Já, og við bara kærum þig fyrir grófa líkamsára. Hvað er kjaftaði því? Þú átt eftir að heyra frá lögmönnum okkar. Það er fínt. Þeir borga þá kannski það sem að þið skuldið mér. Skuldið? Sta lungestan í fratelli. Viljiði hyrða draslið ykkar og aldrei láta sjá ykkur hér framar. Þú apakottur. Og þú ert bara... Þú ert bara... Aha! Kúkalabi! Iss og piss og ég ætla bara að pissa þetta stéttur í hánum. Maturinn var hvort eð er óhættur hjá honum. Algjör viðbjóður. Já, öndin var illa steikt, kartöflurnar var illa flysjaðar og kálið, það var bara örugglega ekki lífrænt ræktað. Og þjónustan, hún var ömurleg. Já, bara Jæja, Lóra mín. Jæja, skolli minn, hvað gerum við þá? Ég veit það ekki, ég get ekki hugsað skýrt þér svona svampur. Hvað, varstu ekki að enda við að éta?
Ég meina, ég get ekki hugsað skipt því svona sattur. Heyrðu, hvað? Ég veit ekki. Gósi mín. Hvað segirðu? Vá! Af hverju allt svona óbóðslega stór? Já, það vegna þess að heimurinn, hann svo stór, Gósi mín, og þú verður að læra á hann. Af hverju þarf ég að hafa svona? Þetta skólataskan þín. Af hverju þarf ég að hafa skólatösku? Af hverju nú? Af því að þú ert að fara í skóla. Af hverju þarf ég að fara í skóla? Af því að öll börn, þau þurfa að fara í skóla. Af hverju þurfa öll börn að fara í skóla? Þar læra þau að haga sér Af hverju þarf maður að læra að haga sér? Æi, Jakob! Ég skal útskýra þetta allt fyrir honum því að við engisbrettunar við vitum allt skólamál og menntun almennt. Skolli! Já. Sérð þú það sem að ég sé? Ég veit, hvað sér þú? Ég sé brúðu. Ég líka. Já, eða strák sem búinn til úr spýtu. Sama hér. En hann ekki með mér á strengi. Þú sér það nákvæmlega sama og ég. Er það gott eða slæmt? Jæja, þarna koma krakkarnir og þú skalt bara fylgja þeim og svo gefur þið fram við kennarann. Já. Akkur á ég að gefa mig fram við kennarann? Já, og svo skaltu spyrja kennarann allt sem þið langar til að fá að vita. Já. Akkur á ég að spyrja kennarann allt sem ég langar til að fá að vita? Vegna þess að kennarann, hann getur svarað öllum spurningunum. Akkur getur kennari svarað öllum spurningunum? Æ, þannig er þetta nú bara, Gósi mín. Jæja, vertu nú sæll, gangið þið vel og svo sjáumst við eftir skóla og farðu nú... Akkur sjáumst við eftir skóla? Farðu alveg óskaplega varlega. Af hverju sjáumst þú eftir skóla? Af því að þannig er það bara. Ó. Vitið þið hvað, krakkar? Hvað? Það að koma leikhús til bæjarins. Í alvörunni, hvernig leikhús? Það sko ekkert venjulegt leikhús, það töfraleikhús. Hvað? Ég heyri. Lífið oft svo leiðinlegt. Lífið ekkert fyndið, fólkið dauft og fúlt og tregt, í forar pittið syndir. En elskuðu, þetta ekkert mál og akkurat hér svarið. Það birtist sko upp í ykkar sál ef í leikhúsið. Í leikhúsið þið farið. Stopp! Þetta ekkert diskotek. Í leikhúsinu ekkert ekta. Allt þetta fúla, trekt og svekta, á ekki heima okkar fjölum því þar gleðin við völd. Og sjá gerir lífið ilmarsúðað, indælt og smart og sigur húðað, hetjulegt flott og fært í búning og fagur máluð tjöld. Þetta töfraleikhús Stórós, þar sem gervi mennin ganga, gervi heima og gervi skól, gervi gras og gervi blóm og gervi sólin. Yfir gerfi fjöll og dranga, þetta töfraleikhús Stórós. Komið þið og kíkið þið. Komið öll á sýninguna og takkið alla vinirna með og pappa og mömmu líka. Vá! Þetta var frábært. Já, ég vona að ég megi fyrir sýninguna. Já, krakka, við erum samt að drífa okkur í skólan, við erum án alltaf sein. Já, Gósi. Heyrðu það, við þurfum að drífa okkur, við megum ekki vera og seinir í skólan fyrsta daginn. Hvað, af hverju ekki? Af því að það líklega fyrsta sem ég þarf að kenna þér, það stundavísi. Já, en Tumi, sástu þetta ekki? Jú, auðvitað sá ég þetta, ég stóð við hliðina á þér. Já. Sko, Gósi, nú förum við í kapplaup í skólan. Kapplaup? Já, og sá sem við síðastur, hann fúlegg. Já. Ertu tilbúinn? Já. Lokaðu augunum. 1, 2 og nú. Tumi, bíddu! Næ, og góðan og blessaðan daginn. Af hverju? Leyfist mér kannski að kynna mig? Kynna hvað? Kynna mig, ég heiti Stefania Stjartberg. Já, vá. Og þetta vinur minn, hann Sverrir. Þú heitir Sverrir? Snerrir. Sverrir! Sverrir. Sviðsljós. Sviðakjammi. Sviðsljós. Og við erum hæfileikaspæjarar. Vá, hæfileikaspæjarar. Hvað það? Gaman að þú spyrjir. Já. Leikhúsin, þau senda okkur að leita að svona hæfileikafólki. Leikhúsin ertu þá að meina eins og... Já, nákvæmlega. Nákvæmlega eins og... Nákvæmlega eins og hvað? Þetta spyrja mig... Nákvæmlega eins og skal ég þið segja... Þetta er risaðuna, Risa hvað? Nákvæmlega eins og hvað ég veit að þú segir. Já, tökum sem
dæmi töfraleikhús Stórólfs sem var hérna áðan. Já. Þar nefnilega á ferðinni svona hópur af fólki sem að allstaðar vekur aðdáun. Leikararnir eru kallaðir fram og aftur í lok sýningar. Listin er slík að áhorfendur standa á öndinni. Nákvæmlega. Á hvaða önd? Ertu að spyrja mig? Áhorfandinni. Ha? Áhorf öndinni? Já. Gallinn er bara sá að töfraleikhús Stórólfs vantar stjörnu. Stjörnu? Hvað er það? Stjarna? Stjarnan er svona bara sá sem hann fær mesta klappið og svona, ha? Já, og heldur að ég geti kannski orðið stjarna? Nei, alveg örugglega ekki. Já, hvað heldur þú, Sverrir? Hvað vilt að ég haldi? Prófílinn svolítið stórgerður, við getum lagað það. Laga það, já. Já, drengurinn úr tré, við getum bara tálkað hann. Já, þú meinar. Segðu, norðri í norðri verður að veðri þótt að síðar verði. Norðri í norðri verður að veðri þótt síðar verði. Vá, flott. Segðu, Hannes og Hallur hámið í sig hænsni helgina. Hannes og Hallur hámið í sig hænsni helgina. Á, flott. Já. Segðu, Hryggur, Tyggur, Tryggvi, Hrygg og Byggraut. Hryggur, Tyggur, af hverju? Af hverju? Já, ég get sagt þér það, leikar. Sverrir! Já, bulla eitthvað. Já, auðvitað, já. Vilt þú verða leikari stór, sem stendur fremst í leikarakór? Stjarna mín og stjarna mín og stjarnuvíta mín. Stjarna allra barna. Leikari verður að geta túlkað dýfsta haf. Oft stóran barm, en allt þetta þarf þó að þjálfa. Þetta er ekki fyrir bjálfa. Rættadúlar að svo höfðu herran í og tæ. Allt þetta þarf að þjálfa. Verður að geta sungið. Verður að geta dansa. Verður að geta túlkað bæði gleð og sorg. Verður að geta leikið. Verður að geta sprellað. Ef þú ætlar að verða stjarna. Verður að geta sungið. Verður að geta leikið. Verður að geta túlkað bæði gleð og sorg. Verður að geta leikið. Verður að geta sprellað. Ef þú ætlar að verða stjarna. Sko, frændi minn, hann var svo góður leikari, hann gæti leikið kjötbein. Og hvað? Hann leik og svo vel, hann kom 108. Ég vil verða stjarnastór, standa fremst í leikarakór. Stjarna mín og stjarna þín og stjörnuvíta mín. Stjarna allra barna, auðvitað getið dansað. Verður að geta sungið. Auðvitað getið túlkað bæði gleð og sorg. Verður að geta leikið. Auðvitað getið sprellað því ég ætla að verða stjarna. Verður að geta dansað. Auðvitað getið sungið. Auðvitað getið túlkað bæði gleð og sorg. Auðvitað getið leikið. Verður að geta sprellað. Ef þú ætlar að verða stjarna. Vá, hvað þetta er skemmtilegt. Þetta er alveg það skemmtilegasta sem ég hef gert frá því að pabbi tálkaði mig. Viltu þá verða stjarna? Já. Þá er það Sverrir, farðu á þinn stað. Já, byrju. Og svo verður þið sólgleri og verður stjarna. Verður að geta leikasungið, 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 verður að geta leikasungið. Ég ætla að verða stjarna. Fyrirgefið því. Þessi brúða. Það er engin strengir í henni, en samt sprellar hún og dansar. Veistu, það er bara alveg hárrétt hjá þér. Eigið þið þessa brúðu? Nei. Við erum bara að reyna að plata hana svo við getum ekki selt hana og fengið smá pening svo við getum Veistu bara að þetta er engin brúða. Þetta er að Gosi, hann er frægasti spýtukall á norðurhveli jarðar. En svona þér að segja þá eigum við hann. Við bara smíðum hann með eigin loppum og vorum 5 ára að kenna hann að ganga og 5 ára að kenna hann að loppa og tala. Þannig að getur rétt ímyndað þér hvort við elskum hann ekki. Já, getur bara rétt ímyndað þér. Vá, þið eru svo ofboðslega góð við mig. Hvað viljið þið fá fyrir hann? Fá fyrir hann? Já. Nei, mér er stórlega misboðið. Veistu, maður selur bara ekki sína nánustu. Víst, mannst í fyrra þegar við seldum ömmu þegar okkur vantaði pening til að kaupa okkur þetta. Nei, ái. Það er allt til sölu fyrir rétt verð. Fyrst þú orðar það svoleiðis. Já, ég býð 500. Fáránlegt. Já, 1000 þá. 2000
og ekki krónu í viðbót. Veistu það að þá selj ég hann frekar í brúðubílinn. Þá það, 3.000 kall á borðið og ekki orð það meir. 10.000. 3 og 5. 9. 4. 8 og 5. 4 og 5. 7.000. 5.000. 6 og 5. 6.000. 500. Ha? 500. Samþykkt. Skolli! Hvað varst að gera? Hvað, mér langaði bara að vera með. Gossi minn. Já. Nú kemur þú með mér. Já, og verð ég þá stjarna? Já, það verður sko. Þú verður sko sannarlega stjarna. Heyrið þetta, ég er svo sannarlega stjarna. Bless og takk fyrir alla hjálpina. Stjarna. Ég veit eitt sem að bráðum fær að sjá stjörnur. Lóra mín, þetta gekk nú aldeilis vel hjá okkur. Já, Skotti, þú ert bara svona sannkallaði refur í viðskiptum. Æ, ég láttu ekki svona. Nei, veist, í alvörunni, það er svo sjálfgeft að heita svona rosalega mikinn hálfvita. Hálfvita? Er það gott eða slæmt? Það er gott. Það er æðislega gott, það er svo gott að hér eru verðlaun. Hvað sagði þetta á þessi hérna nú? Þessi? Já. Gosi, hvað ertu? Við erum orðin allt og seinir í skólan. Heyrðu, fyrirgefðu, hafið þið nokkuð séð hann Gosa? Gosa? Drottning, 9, 7 ás, nei, engin Gosi. Heyrðu, hann er örugglega að meina spýtukallinn sem við seldum á hann fyrir 500 kall, heldur það ekki? Veitu, spýtukallinn sem að þið selduð áðan fyrir 500 kall. Spýtukallinn sem við seldum áðan fyrir 500 kall? Nei, hann var ekkert að segja það. Hann sagði hérna skítuga dallinn sem að við neldum áðan fyrir 500 og kall. Hæ? Fyrir 500 og kall? Sko, þetta er nú bara algjört bull. Bull? Já. Já, hann bullar alltaf þegar hann talar. Bullaði strax. Já, farðu að bullaði. Ég er blóm. Alveg sett ég pínlítið blóm og mér vantar vatn svo ég stælti á dafni. Sötbull, þetta er kærasti mín. Lokum hringnum. Þetta er alveg agalegt. Ég er strax búinn að tína honum og það á fyrsta degi. Núna fæ ég samviskubit. Það hljómar ekki vel. Að vera samviska með samviskubit. Nú missi ég heilsuna. Atjú! Og Jakob á eftir að hundskamma mig. Ég græt þeim engin góð. Já, hér er mikið fjör. Ís og flis. Hópus saman. Komið inn í tjaldið. Sýningin er alveg að fara að byrja. Tjaldið lyftist, hér er líf og fjör. Lítið bara á börnin kátt og ör. Hér er flegið svo að hristast trúður. Hér er ofsa fyndið trúður. Sitt að hverju viljum við sína. Hér er Gosi, hér er Sigurlína. Hér er galdur, hér er gleði læti. Góðu fáið ykkur sæti. Má ég kynna nýja stjörnu í töfraleikhúsi Stórhóls. Strengjalausa brúðan, Gosi! Ég er spýtukall sem kann að dansa, kann að vekja að áhun og glansa, kann að gera flikk og flakk og tikk og takk, flikk og flakk og sikk og sakk, takk. Spýtustrákur, já með enga strengi, steppa get ég bæði vel og lengi, leikinn snar og snöggur liðugur, lipur fyndinn sniðugur. Sáu þetta? Það eru engin strengir í honum, hann bara dansar sjálfur. Fá mig dansarana! Fjölda áskorana, fáið Gosa, einu sinni enn, gerðu svo vel, Gosi! Ég er spýtukall sem kann að dansa, kann að vekja að áhun og glansa, hleypur vel í öllum liðamótum, létt ég dans á timburfótum. Spýtustrákur, já með enga strengi, steppa get ég bæði vel og lengi, leikinn snar og snöggur liðugur, lipur fyndinn sniðugur. Takk ykkur fyrir! Takk ykkur fyrir, takk fyrir hvað þið hafið
ykkur af öllu hjarta. Já, Gosi verður með okkur áfram, ha? Þið getið séð hann á næsta ári. Stórólfur! Já. Hvað þetta? Þetta? Já. Þetta eru peningar. Vá, hvað eru ofboðslega fallegir. Þeir glansa og skína. Nei, sko, stjarnan tínir ekki upp peninga. Nú, hvað, af hverju ekki? Af því að stjarnan slappar af og hvílir sig eftir sýninguna. Hvílir sig? Af hverju? Af því að það er svo erfitt að vera leikari. Erfitt? Já, það útheimtir alveg gríðarleg átök. Blóð, svita og tár. Ha? Blóð, svita og tár? Já. En kannski í þínu tilfelli aðalega trjákvoðu og safa. Já. En þú sást hvað fólki var þakklátt. Hann lét rigna yfir þið peningunum. Vá, og á ég þá alla þessa peninga? Ha? Þetta allt handa mér? Já, sko, auðvitað átt þú þá, Já. En ég geymi það fyrir þig. Nú, hvað, af hverju? Af því að ég er leikhússtjórinn og það er það sem leikhússtjórar gera. Já, ég skil. Allt í lagi, bless, ég er að farin heim. Ha? Heim hvert? Nú er þetta heim til hans pappa míns. Hann er alveg örugglega farin að bíða eftir mér og svo margt sem ég þarf að segja honum. Nei, stjarnan fer ekki heim. Og er það ekki? Nei, stjarnan fer inn í sitt einkabúningsherbergi og bíður þar eftir næstu sýningu. Þú ert allt og dýrmætur til að ég geti sleppt þér. Ósjáiði, ég hef aldrei grættist mikið á neinni sýningu og ég borgaði aðeins 500 kall fyrir hann. Það var ekki slæm fjárfesting. Stórólfur! Þú verður að hleypa mér út. Ég þarf að fara að drífa mig heim til hans pappa míns. Stórólfur! Gosi! Gosi minn! Pabbi! Tumi! Pabbi! Gosi! Pabbi, ég er hérna! Í töfraleikhúsi Stóróls! Hvert hafa þeir farið? Gosi! Pabbi! Pabbi, ég er hérna! Pabbi minn, ég læst þér inni! Pabbi! Æ, þetta þýðir ekki neitt. Hann heyrir ekkert í mér. Æ, þessi Stórólfur, þessi fantur og þetta fúlmenni. Gosi! Tumi! Gosi, mér fannst ég heyra í þér. Tumi! Hvað er að gerast? Sko, Stórólfur, hann bara læsti mig inni, hann er vondur. Lokaði þig inni? Já, sjáðu, það er allt læst. Gosi! Já. Af hverju fórstu ekki bara í skólan eins og pabbi var búinn að segja þér að gera? Ég veit það ekki, Tumi, ég veit bara að þú verður að hjálpa mér. Hjálpa þér? Hvernig á ég að fara að því? Ég veit það ekki, mér líður bara eitthvað svo skringilega. Það er alveg eins og það sé kviknað í mér. Kviknað í þér? Já, manstu eins og það er að kvikna í fingrinum á mér? Já. Þegar maður núna er að sko inn í maganum og mér finnst eins og rétt bráðum, þá mun ég bara brenna og fuðra upp og springa að því ég er svo... Gosi, það er að því að þú ert svo reiður. Ég er svo reiður, Tumi! Hvað heitir það? Já, þú ert bara reiður í fyrsta skipti, spýtukall.
Já, ég er sko ofboðslega reiður, Tumi. Gosi, það er allt í lagi. Það verða allir reiðir af og til. Já, ég vil ekkert vera svona reiður, Tumi. Prófaðu að anda djúpt ofan í maga. Tumi, mig langar sko bara ekkert til að anda djúpt og niður í maga. Mig langar bara til þess að komast út úr þessu búri. Hei! Hvaða læti eru þetta eiginlega? Ha? Stjörnustælandi láta greinilega ekki á sér standa. Nú skalt þú sko bara hleypa mér út. Nú skalt þú bara hafa þig hægan, litli spýtuhaus. Þú getur bara sjálfur verið spýtuhaus. Já, það getur vel verið. En ég er þó að minnsta kosti frjáls spýtuhaus. Gosi, hann er sannkallaður skítakarakter þessi. Já, þú ert sannkallaður skítakarakter þessi. Heyrðu, nú hefur þú hægt þig, góði minn, eða ég kem og tek í lurginn á þér. Sko, nú hefur þú bara hægt þig. Annars þá skal ég sko bara Annars skaltu hvað? Þá bara verð ég ofboðslega reiður og spring í tætlur og þeytist í hausinn á þér. Ertu að ógna mér, litli spýtuhaus, ha? Þú veist ekki hvað þú hefur upp úr því, ha? Þú hefur greinilega ekki lært hvernig á að koma fram í fullorðið fólk. Og nú kem ég og sýni þér hvernig það fer fram. Ha? Gosi. Látt hann vera! Slepptu honum! Ái! Slepptu niður! Komdu! Komdu niður! Slepptu honum! Tumi, já. Ég ætla... Gosi, ég ætla að taka lyklana af honum. Þeir eru... Auðsinn á mér. Timburmenn. Jæja, drengur minn, Gosi. Nú höldum við áfram þar sem frá var horfið. Gosi. Gosi, hvað ertu? Lyklarnir mínir, þeir stóðu logandi. Ertu að leita þessum hérna lyklum sem ég notaði til að læsa þig inni með? Ég skal bara segja þér hvað er að gerast. Já, þú ert lokaður og læstur inni í búri. Þér er að hefnast fyrir grækina og mannvonskuna, það Stórólfur leikhús plebba lebbi. Ég hlýt að vera búin að missa vitið. Mér finnst eins og hann sé græn engisbretta að skamma mig. Já, það er alveg hárrétt hjá þér. Na-na-na-na-bú-bú. Na-na-na-na-bú-bú. Nú skulum við drífa okkur heim til hans pappa þíns. Já. Nei, Gosi, ekki fara. Þú ert stjarnan mín, Gosi minn. Nei, ég er sko ekkert stjarnan þín eða Stórólfur leikhús plebba lebbi. Ég er bara spýtustrákur sem að þér tókst að plata því þú hélst þú gæti grætt á mér pening. En núna ætla ég að drífa mig heim til hans pappa míns. Já. Gosi, þú áttir að sjá á honum svipinn þegar hann var búinn að átta sig á því að hann var læstur inni í búri. Hann var alveg bara hvoru lyklotni mínir. Vá, Tumi. Já, vinnur. Þetta er svo skrítið. Hvað er skrítið? Áðan var ég svo reiður að ég held ég myndi bara springa. Já, en núna?
Núna er ég bara alveg eins og nýheflaður. Já. Mér langar ekki að gera neitt annað en að fara beint heim til hans pappa míns. Og það er einmitt þangað sem við ætlum, Gosi. Já. Komdu. En Tumi. Já. Ratar þú aftur heim í þorpi? Rata ég? Auðvitað rata ég. Vissir þú ekki að engisprettur eru líklega ratvísustu kvikindi á yfirborði jarðar þó víða væri leita? Nei. Vissir það ekki? Nei. Hefur aldrei heyrt orðatiltækið betri er engispretta en saumspretta? Nei. Hefur aldrei heyrt það? Nei, er saumspretta þá frændið þinn? Nei, ég var að búa þetta til, Kjáni. Komdu, við förum hingað og svo förum við. Tumi, Fyrirgefið þið, ég ætlaði ekki að gera ykkur bilt við. Ég er bara gamall förumaður að tína sveppi. Má kannski bjóða þér sveppi? Nei, takk. Nei, jæja þá. Heyrðu nú mig, þetta er þó ekki hann Gosi. Jú, býtu hvað? Hvernig veist þú eiginlega hvað ég heiti? Hvernig veit ég það? Já. Þú ert frægur. Það er það? Það hef ég nú haldið. Gosi, hinn mikli, leikarinn frægi. Nei, sko, ég er sko eiginlega hættur að vera leikari. Er það? Já. Hvernig stendur á því? Ég sem hélt þú ættir svo glæstan feril framundan. Já, ég var bara orðin leiður á allri fræðinni. Virkilega, já. Hvað er þetta að segja, drengur? Já, voru nefnilega sko alltaf aðdáendur sem að voru að elta mig og blaðamenn að taka við mig viðtöl. Blaðamenn, þetta er nú bara bull í þér. Nei, ég var orðin svo þreyttur í hendinni að skrifa nafnið mitt aftur og aftur. Heyra í þér. Hvað, af hverju ert þú eiginlega að hlæja? Nefið á þér. Nefið á mér, hvað? Heyrðu, hvað er eiginlega að gerast fyrir nefið á mér? Æja, svo þú varst orðin leiður á frægðinni, Gosi. Já, nei, Eða varstu kannski ekki að segja mér alveg satt? Nei, jú, ég var að segja alveg. Gosi! Já. Wow, sko, segðu bara eins og er. Já, segðu bara eins og er, Gosi. Já, allt í lagi, það var bara vinnan, hún var alveg ofboðslega erfið í leikhúsinu og ég fekk aldrei almennileg hlutverk og kaupið það var alveg ofboðslega lélegt. Gosi, hvað er þetta að segja alíkt á þig? Gosi, hvað er eiginlega að gerast? Ég skal segja þér hvað er eiginlega að gerast, Gosi. Þekkirðu mig ekki? Nei, ég þekki þig bara eiginlega ekki neitt. En kannski... Þekkirðu mig núna, Gosi? Wow, Er þetta þú? Hvers vegna fóst ekki í skólan, Gosi? sko, ég get alveg útskýrt það. Ég var lagður á stað í skólanum. Leyfðu honum að tala. Svo beigja. Wow. Gosi? Já, það var að því að það kom ljón. Kom ljón? Já, það kom alveg risastórt ljón og það stökk alveg fyrir mig á veginum og sagði rá. Og ég reyndi sko að hoppa yfir á og þá bara greip það mig í loftinu. En að því að ég er á tré, þá fékk hann sko bara flís í trínið og fór að væla. Einmitt! En af hverju fórstu þá ekki í skólan? Af því að ég ætlaði að gera það. Já. Og þá kom alveg risastór og bleikur fíll sem sagði rá. Alveg eins og ljónið. Gosi! 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 Þetta getur ekki verið eðlilegt. Já, þú hvað, Gosi minn? Ég var ekki alveg að segja satt. Varst ekki að segja satt. Nei, ég var eiginlega bara að plata þig. Aha, þú varst að plata mig. Já. Og hvernig líður þér núna, Gosi minn? Mér?
Mér líður bara einhvern veginn svona bleh. Það alveg eins og ég sé fullur af drullumalli. Af drullumalli? Já, eins og það sé búið að hræra saman vatni og drullu innan í mér. Æ, þú bara skammast þín, Gosi minn. Það? Já, þú skammast þín. Dapur og vonsvikinn með sjálfa þig. Heyrðu, ég nefnilega líka svona pínu dapur. Já, en þú ert ekkert fullur af drullumalli. Nei. Æ, Gosi minn, það kemur fyrir okkur öll að verða döpur. En veistu hvað? Hvað? Þó að þú sért leiður núna, þá eru það samt góðar fréttir. Ha? Ef þú ert leiður yfir því að hafa sagt mér ósatt, þá ertu einu skrefi nær að verða alvöru drengur. Hvernig þá? Ég ætla að segja ykkur það seinna. En núna skaltu drífa þig heim, Gosi minn. Já. Og ekki láta plata þig aftur. Já, en verð ég þá alltaf með svona stórt nef? Mér finnst þetta nú bara að fara þér ágætlega. Já, en hvað er að gera við svona stórt nef? Það er svo margt sem þú getur gert. Til dæmis boðið fuglunum að setjast á það. Þegar nefið fer að vaxa og verða lengra og lengra og lengra, finnst mér best að fylgjast með og bara hlæja. Þegar nefið fer að stækka og standa margra metra frá, finnst mér best að fylgjast með og flissa og segja jæja. Því nefið var að nappur með brott og nettum nösum til að snýta sér og þefa með að blómum og alls kyns grösum. Því nefið var að nappur, þetta alveg frábær græja, en ef það vex og vex, þá verð ég bara að hlæja. Farðu varlega! Ef að nefið verður voðalangt ár viti að setja rífuhaus, festa hann á nefbrotin og byrja svo að raka. Það fyrir bíljartgjöf. Eða til að stjórna umferðinni. Eða til að hræða í sósupott, er það ekki sniður? Svara. Því nefið var að nappur með brott og nettum nösum til að snýta sér og þefa með að blómum og alls kyns grösum. Því nefið var að nappur ef við borum auka nasir, er það nokkuð það sem við spilum á og komumst hærra og hærra. Hærra! Þetta var rosa. Heyrðu, wow, nefið á mér, það minnkaði aftur. Já, Gosi minn, þú þurftir ekki annað en að hlæja svolítið að því og þá minnkaði. Já, þú verður bara að passa þig að hlæja ekki mikið, þá geti komið hóla. Já, farðu varlega. En núna skaltu drífa þig heim. Já, heim til hans pappa míns. Ó, já. Því nefið var að nappur með brott og nettum nösum til að snýta sér og þefa með að blómum og alls kyns grösum. Því nefið var að nappur, þetta er alveg frábær græja, en ef það vex og vex, þá verð ég bara að hlæja. Nei, góðan og blessaðan daginn. Hæ. Við eigum enga peninga en okkur vantar peninga vegna þess að ég er blind. Og félagi minn hérna, hann er með veiki. Já, ljúðu bara eitthvað. Já, sjúk. Já, ég er semst með ófátt kólestról og saltpéturseitrun sko bara hérna í rófunni, sjáu þið. En endilega góður áhorfendur, leikhúsgestir, sjáu þið aumur á bláfátökum listamönnum sem eiga vart í hnífs og skeiðar. Takk fyrir. Ertu einn af þeim sem þolir ekki peninga? Ertu handviss að fátæktin sé dyr? Ég sé nei, ég sé nei, ég sé nei við svona þvælu. Á endanum snýst þetta allt peninga. Þeir segja margir verð af aurum apakettlingar og að auðmenn komist ekki í paradís. Ég segi iss, ég segi piss, ég segi nei við svona þvælu. Á endanum snýst þetta allt peninga. Gæti keypt þér trú, gæti keypt þér snúð.
Gæti keypt þér mat. Gæti keypt þér allt sem hugur girðist. Gæti keypt þér föt. Gæti keypt þér kjöt. Á endanum snýst þetta allt peninga. Gæti keypt þér hól. Fullan af álfum. Og látið hann gefa þér ennþá meiri peninga. Gæti keypt þér tól. Til þess að brenda. Fleiri seðla. Gæti farið í lax. Gæti farið strax. Gæti keypt þér lóð. Gæti keypt þér fjól. Gæti keypt þér banka. Gæti keypt þér Aston. Og jafnvel 50 cent. Á endanum snýst þetta allt peninga. Í rauninni snýst þetta allt peninga. Já, alveg rétt, já. Í rauninni snýst þetta allt peninga. Peninga, sko, það eru að laga að snúast okkar litla peninga. Ekkert! Vá, takk kærlega fyrir ekkert. Já, við erum bara að opna reikning og það er þetta millifæri í heimabakka. Nei, vá, stór ras. Bíddu! Tumi! Já? Hvenær komum við eiginlega heim til hans pappa míns? Ha? Pappa þins? Bráðum, Gosi, bráðum. Ó, svei mér þá, ég held ég sé að fara með því í bandöfuga átt. Ha, það? Já, nema. Þetta hérna sé austur. Þá er þetta hérna vestur. Norður, niður, suður. Vá, ég hef aldrei farið suður, Tumi. Nei, Gosi, Já. Þá förum við þangað. Ha? Komdu, eltu mig. Ertu alveg viss? Þetta er ekki suður, Tumi. Gosi minn! Tumi! Hvert hafa þeir farið? Gosi! Gosi minn! Hleyptu, refur! Já, ég er... Svona, komið með hænuna mína, fantarnir ykkar! Skolli! Refur! Látið mig fá hana doggu mína! Ó, nei! Skjól! Skól! Ég skal sko finna ykkur í fjöru þarna! Fantarnir ykkar, hvar eru þið? Komið þið með hann! Veistu, þetta er misskilningur, þetta er ekki þín hæna. Ha? Er ekki mín heyrðu nú mig, komdu með hana! Bara ég... Æ, fyrirgefðu. Við eigum þessa hænu. Já, hún er bara svo rosalega lík hænunni þinni. Nú er það? Já, sjá bara. Ég hefði getað svarið að heyrðu nú mig, þú ert að gabba mig! Komdu með hana! Já, Stoppaðu! Stopp, við erum frá hænsnaeftirlitinu. Ha? Já, við erum frá hænsnaeftirlitinu og við erum að rannsaka illa meðferð á hænum í sveitum landsins. Og þetta lítur bara illa út fyrir þig, kumpáni. Hvað er það að segja? Já, samkvæmt reglum hænsnaeftirlitsins það er bara bannað að elta fólk sem að hleypur svona með hænur undir hendinni. Hvað ertu að meina þetta? Já, vegna þess að hænan verður svo óbúðslega hrædd og rugluð og verpir bara rækjusamlokum eftir það. Ha? Hárréttu þér, kumpáni. Rækjusamloka með rauðkáli, pickles og lauk. Rækjusamloka með rauðkáli, pickles og lauk? Já. Ó nei, þú ert að plata mig! Komdu með hana! Komdu með hænuna! Heyrðu, já, ég er næðir! Svona, vertu kjörð þarna! Lári hérna, komdu með gagga mig hérna! Já, heyrðu, svona, þetta er allt í lagi, gagga mín, pappi er að koma, bjarga þér! Svona, soppuðu þarna! Á kattinn sendingu! Koma! Glæsilegt! Nei, heyrðu, nei, hvað er? Aha, svona! Já! Koti! Koma! Já! Koti! Já! Hei! Hingað! Er allt í lagi með þig, Öskar? Að þið skulið ekki skammast ykkar óþokkarnir fara svona með blásaklausa hænu. Komdu, Öskar mín. Iss! Skolli, hvað gerum við þá? Við hefum enga peninga og ég er svo svöng. Ég veit það ekki. Ég get ekki hugsað skiptið svona svangur. Í Afstaktarlandi fá allir allt sem það langar í. Þarna gott í tallir, vikul og bleikfróðu ský. Afstaktarlandi æðislegt.
landið yndislegt, allt þetta landið svo gott á bragðið. Já, einmitt í allsnægtarlandi allt svo bragðgott og sætt. Við göngum á sigrundu sandi, og sólskinið það ætt. Allt þetta landið æðislegt, allt þetta landið flott, allt þetta landið yndislegt, allt þetta landið svo gott á bragðið. Lakkir og lakkrístaumur, ljómandi glass og snjór, allt sem þú átt þér draumur, og höggfesk og strykja sjór. Allt þetta landið æðislegt, allt þetta landið flott, allt þetta landið yndislegt, allt þetta landið svo gott. Já, allt þetta landið æðislegt, allt þetta landið flott, allt þetta landið yndislegt, allt þetta landið svo gott. Á bragðið! Við förum ekki lengur í kvöld. Við gistum hér í skóginum í nótt, krakkar mínir. Já, en hvenær förum við til allsnægtalands? Á morgun siglum við á stað á skipinu mínu. Það 5 daga sigling til allsnægtarlands. Ó, ég er farin að hlakka svo til að fá allt nammi og kökurnar. Það verður nóg að nammi og kökum á skipinu! Gleymið ekki, börni góð, að í allsnægtarlandi fá allir allt sem það langar í! Já! Við getum lagt okkur hérna í rjóðurinn og handa við þessi tré. Hvíli ykkur nú og safnið kröftum fyrir sjóferðin á morgun. Afsakið! Hæ! Já, hvað var það? Ég hjá eftir því að þú varst að syngja allsnægtarland. Og hvað með það? Ekki neitt, nema kannski okkur datt í huga að spyrja hvernig komumst við þangað. Þangað siglir enginn nema ég! Það bara þannig, þú ert sem sagt með svona sérleyfisferðir. Það má kannski segja það. Og hvað kostar farmiðinn? Farmiðinn! Já, farmiði fyrir mig og skallafélaga minn til allsnægtarlands. Því miður, þið komst ekki með. Allsnægtarland bara ætlað börnum. Bara börnum? Bara börnum. Heyrðu þetta skolli? Já, ég heyri þetta. Allsnægtarland þetta var afskaplega merkilegu staður. Afskaplega? Alveg gríðarlega merkilegur og spennandi. Alveg gríðarlega, ding dong. Heyrðu þetta skolli? Já, alveg gríðarlega, ding dong. Má maður kannski spyrja hvað sé svona merkilegt og spennandi við þennan merkilega og spennandi stað? Já, þú mátt það. Frábært. Má ekki svara. Af hverju ekki? Já, af hverju ekki? Nei, veistu, þú getur alveg treyst okkur. Já. Já, við kunnum lagið. Já. Já, allsnægtarlandið er yndislegt. Það er heldur ekki það er ekki það sem er merkilegt og spennandi við allsnægtarlandið. Nú? Nei, það er það sem gerist næst. Næst? Já, þegar allir eru búin að fá allt sem það langar í, það sem gerist eftir það. Það sem er leyndarmál. Leyndarmál. En það var enginn að vita fyrir á skipinu á leið til allsnægtarlands. Komumst við þá ekki með? Nei. En ef þið vitið einhver börn sem hefðu áhuga á að komast með borð í skipið, þá endilega látið mig vita. Við getum fundið börn. Já, finnum bara börn og setjum. Já. Hæ? Ég geti jafnvel borgað ykkur svo litla þóknun fyrir að útvega mér nokkur stykki. Þóknun? Varst þú að segja þóknun? Ó, já, ég sagði það. Skolli, heyrðu þetta, hann sagði þóknun. Hvað þýðir eiginlega þóknun? Það er greiðsla. Frábært, ég er alveg svo allt hausinn. Hérna hafið þið svolítið sýnishorn af því sem boðið upp á í allsnægtarlandi. Ef þið hittið líklega viðskiptavini
Þá endilega leyfum að smakka á þessu hér. Ó, smakka á þessu hér! Einmitt, og ég skal veðja við ykkur að þeir sem smakka, þeir vilja meira! 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 Já, áttu meira? Meira! Meira! Hvar ertu, elsku drengurinn minn? Ertu farinn burt þennan veg eða hinn? Leist þér ekkert á föðurinn, fauskinn þann arna? Finn ég þig eystra eða vestra, hér eða þarna? Hvar ertu gósi? Hvar ertu nú? Hvar ertu gósi? Hvar ert þú? Ég er búinn að leita út allt. Ég spurði vindinn, hann viss ekki neitt. Víði trén gátu mér engin svör veitt. Fuglar hoppuðu vítt og breitt, en viss ekki drenginn. Finn ég hann nyrðra eða syðra, svarar mér enginn. Hvar ertu gósi? Hvar ertu nú? Hvar ertu gósi? Hvar ert þú? Hvar ertu gósi? Hvar ertu nú? Hvar ertu gósi? Hvar ert þú? Það er best að fara heim bara. Hvað? Jæja, hvað er nú þetta hér? Allsnægtaland, draumur allra barna. Allsnægtaland. Eitthvað finnst mér ég kannast við það. Það er einhver alveg hræðilegur staður og líka eitthvað alveg ógurlegt leyndarmál. Ég ætti kannski að fara til Allsnægtalands og leita að honum gosa mínu þar. Já, ég geri það. Ég fer heim og ýti gamla bátnum mínum á flot. Ég hætti ekki fyrir ég finna hann gosa minn. Ég hætti ekki fyrir. Allsnægtaland. Það hlýtur bara að vera staðurinn. Tumi! Já? Sagðir þú ekki að engisbrettur væru ratvísustu kvikindi á jarðarkringlunni? Sagði ég það? Já. Já, þá hlýtur það bara að vera rétt. Já, samt eru við alveg rammviltir. Rammviltir? Það er nú kannski fullmikið sagt hjá þér. Hvert eigum við þá eiginlega að fara? Sko, við gætum farið þangað. Eða þangað. Ég Tumi ekki byrja á þessu aftur. Ég er svo þreyttur í fótunum mínum. Já, ég er líka orðinn alveg dauðþreyttur í mínum fótum. Getum við ekki bara lagt okkur hérna hjá trénu? Jú, það er góð hugmynd. Við skulum hvíla lúin bein hérna hjá honum bróðið þínum. Lára, komdu með nammi! Þú tókst það með nammi! Ég verð að fá meira nammi, annars dey ég! Skolli, þú manst hvað skipstjórinn sagði við okkur. Ó já, hann lofaði mér nýrri greiðslu og ég er ennþá svo asn hausinn. Skolli, sér þú það sem að ég sé? Lára, ekki það, ég nenni ekki... Hætt að grenja og losa okkur við skordýrið. Já, þá allt í lagi. Komdu hana, kröllótti fytirhlungurinn. Halló! Hæ! Halló! Vá, málið að vakna! Þú ert greinilega áhugamaður ferðir og ferðalög. Ég? Já, þú. Og nú darstu bara í lukkupottin að hitta okkur. Það? Já, já.
segðu honum hver við erum. Ha, ég veit. Ahaha! Gaman að þú skulle rekast á okkur vegna þess að við vera hvorki meira ni minna en hinir, þetta risaeðla. Risaeðla. Ha, risaeðla. Hverjir eru nú? Ég veit ekki. Er ekkert risa neitt. Já, við erum Maria por favore og þetta vinur minn, hann Senor Gugalabi. Hvað heiti ég alltaf svona fáralegum nefnum? Og við erum að reka ferðaskrifstofuna Ferðasæla. Espresso. Linguini. Ay. El guacamole, la pasta þar. 1, 2, 3. Kalla Maria. Ole. Þú kannski bara búinn að sjá bæklingin. Nei. Nei, veistu, það skiptir ekki máli vegna þess að núna erum við með happadrætti og við draga bara fyrsta vinning. Má ég draga, Lára? Nei! Það er ákveða þessu happadrætti rennur í styrtarsjóð tábrotinna refa. Já, sí, señorita. Og draga núna, senjor herra. Já, ég ætla að draga þennan. Flott, og hvað standa? Standa, það stendur ekki neitt á þessum miða. Gardo Blanco, auður miði gefur fyrsta vinning. Og fyrsti vinningu vera hvorki meira né minna en ferð til Allsnægtalands. Vá, til hamingju! Þú ert bara að vinna þetta ferðalag. Já, hjartanlega til hamingju, ungi maður. Þú að heppin að Takk, senjor Gugalabi. En ég nú bara á leiðinni heim til hans pappa mín sem ég langar ekkert að fara til Allsnægtalands. Jú, víst langar. Nei. Jú. Nei. Nei. Jú. Mamma mía. Þú bara veist ekki ennþá. Nei, alveg. Vegna þess að þú bara veist ekki að í Allsnægtalandi þarftu aldrei að borða brokkoli, þarftu aldrei að bústa tennur, aldrei klóra hausnum. Ég alveg sama. Ég leiðinni heim til hans. Þú mátt éta sælgæti allan daginn. Hörðu, mér langar bara ekkert í sælgæti allan daginn. Já, veistu það, ég er kannski ekki að tala eitthvað venjulegt sælgæti. Ég er að tala fyrsta flokks allsnægtar sælgæti. Já, ég geta sko votta það, vinur mín. Búið til 100% sykri. Bragðefnum, litarefnum og rótvartarefnum eins og þetta hérna. Smakka þetta. Já, takk. Veistu, það er lágmarkað og smakkir. Jæja þá, en svo verðið þið líka bara að láta mig í friði. Ég er á leiðinni heim til hans pappa míns. Já. Var þetta gott? Já, veistu, þetta er alveg ótrúlega gott. Já, er það virkilega, já? Má ég nokkuð fá meira? Já, gjör svo vel. Mér langar svo í meira. Ég langar í meira. Gjör svo vel. Ahoi, fyrirgefðu, en eigum við ekki eitthvað inni fyrir hann? Alveg rétt. Peninga. Gjörðu svo vel. Fyrirgefðu, en er þetta allt og sumt? Já! Þetta er allt og sumt. Við skulum bara fara eitthvað annað, Skolli. Góð hugmynd. Já, bara leita einhverjum allt öðrum til að plata. Ennþá betur hugmynd. Gosi, kom líka. Hvað á það að þýða að skilja bara samviskuna eftir sofandi á glámbekk? Veistu hvað, Timmy? Nei. Ég vann í happadrætti. Happadrætti? Jæja, Berlingó! Nú förum við að leggja á stað til Allsnægtalands. Er ekki allir til í það? Já! Heyrðu, veistu hvað? Ég ætla sko aldrei að borða mat framar, sko. Ég ætla bara að borða ís og lakkrís og súkkulaði þangað til við eldgömul og hrukkum og ég ætla aldrei að læra neitt að hreyfa mig framar. Ég ætla bara að sitja og sitja og sitja. Gosi, nú gerir þú eins og samviskan býður þér og kemur með mér heim. Nei! Gosi, jú. Nei!
Jæja, börnin góð, núna kemur fyrsti skammtur af sælgæti. Og svo kemur leyndarmálið í ljós. Tumi, ég ætla bara að fá mér smá sælgæti og síðan ætla ég að fá mér aðeins meira sælgæti og alltaf 10 sinnum meira, alveg saman hvað þú segir. Og þá leggjum við af stað til allsnægtarlands. Ég þoli ekki það sem vont. Ég þoli ekki það sem hollt. Ég vil ekki hafi mist heitt eða kátt, heldur passlega valt. Ég nenni ekki að gúffi mig graut. Ég gremmit á hollum mat. En komist í eitthvað betra á bragðið, borða ég á mig gat. Og þess vegna ætti, eins og ég sagði, alltaf vera með sælgætisbragði. Þá feng ég mér gulrætur með karamellukeim, kartöflur, súkkulaði, spagettí og langur laxisreng, lefra, pylsum og sigurbaði, súpur, hlaupi, súkkulaði, mjólk, sós sem er gerð úr blandiboka, gremmiti setur, fylgjup á fólk, en flestir vilja nammi sem moka, moka, og moka, og moka, og moka, já, flestir vilja nammi í sig moka. Borða ég kúlbít og kás, þá kemur bara upp úr mér gubb. Ég borða ekki rófur og blómkál, frekar bít ég í spýtu kubb. Ég get ekki salat og sveik, ég set ekki oní mig lauk. Og alls ekkert fisk og alls ekkert kjöt og ekkert bláberjamauk. Og þess vegna ætti, eins og ég sagði, alltaf vera með sælgætisbragði. Þá feng ég mér gulrætur með karamellukeim, kartöflur, súkkulaði, spagettí og langur laxisreng, lefra, pylsum og sigurbaði, súpur, hlaupi, súkkulaði, mjólk, sós sem er gerð úr blandiboka, gremmiti setur, fylgjup á fólk, en flestir vilja nammi sem moka, 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 já, flestir vilja nammi í sig moka. Já. Hvernig líst þér á lífið? Veistu það hvað, ég held ég hafi aldrei smakkað neitt svona óbóðslega gott áður. Nei, ekki heldur. Og veistu það, að þegar ég búið með þennan, þá á ég annan sem er miklu betri. Veistu, ég held ég geti bara ekki borðað meira. Ég er alveg að springa. Þú getur ekki hægt að éta, Gosi. Er það ekki? Nei, ef þú hættir að éta, þá ertu ekki að njóta lífsgæðanna, maður. Ég veit, við skulum ná okkur í íspinna. Íspinna? Hvað er það? Þeir eru rosa góðir. Já. Líður eitthvað svo skringilega? Já, mér líka. Mér líður ekkert neginn svona... Er allt í lagi með þig? Nei, mér líður ekki vel. Ekki mér heldur. Eyrun á þér. Hvað með eyrun á mér? Þau eru eitthvað svo lofin. Er það? Já. Líka þér! Hvað er eiginlega að gerast? Mér líður alveg ömmulega. Gauja! Ég held ég hafi aldrei séð neitt jafn fyndið. Hvað? Hvað er svona fyndið núna? Nú, eyrun á þér, maður. Eyrun á mér? Já, þau eru eins og asna. Hei! Eyrun á þér eru líka löng og loðin. Já. Nei, þetta er rosalegt. Nei, svo ertu líka komið svona... Svona hvað? Svona hvað? Svona hala. Er ekki allt í lagi? Hvað er eiginlega að gerast? Okkur ertu svona skrítinn? Viltu eiga nammi mitt? Okkur eru þau öll svona... Gosi! Tumi! Gosi! Tumi, mér er svo kalt. Er þér kalt? Jú, ég er skelfallur. Það er eins og það sé að vera að hella köldu vatni niður eftir bakinn á mér. Gosi, það er af því að þú ert hræddur. Er ég hræddur? Já, og það er ekkert skrítið. Þú ert að breytast í asna. Er ég að breytast í asna?
asna? Já, það allir krakkarnir borð í skipinu að breytast í asna af því að þau gera ekkert annað en að háma í sig ís og kökur og salgæti. Tumi, ég vil ekki breytast í asna. 10.000! Sko, Gosi, við verðum bara að vona það besta. 20.000! Það ég verði hvítur asni en ekki grá. 30.000! Gosi, Já. ertu svangur eða þyrstur? Get ég gert eitthvað fyrir þig? Já, mig langar ofboðslega mikið í hei. Í hei? Mig langar ofboðslega mikið í gamalt og úldið súr hei. Úldið súrhei? Já. Ég skal athuga hvort ég geti fundið úldið súrhei hérna með borð í skipinu. Sestu hérna og hvíldu þig á meðan. Ekki vera lengi. Nei, ég er alveg búinn að klúðra þessu samviskudjobbi. 150.000! Elsku asnarnir mínir, þið gerir mig svo hamingjusaman. Nú selji ég ykkur alla með tölu og sæki mig svo fleiri gráðuga krakka. Þið eru sannkallaðir gullasnar. Og heimsmarkaðsverðið er enn að hækka. Gosi! Já. Gosi, stattu! Sérðu, líkt út á hafið. Sérðu litla bátinn þarna. Heyrðu, þetta er pabbi. Já, þetta er Jakob. Þetta er pabbi minn. Jakob! Pabbi, reyndu að róa hingað. Jakob! Tumi, Já, hann er að róa hingað. já, hann stefnir í áttina til okkar. Tumi, pabbi minn er að koma að sækja mig. Já! Nei. Tumi, Vá! hvað er þetta? Þetta er risastór hvalur. Hvalur. Ó, hvar er hann núna, Tumi? Ég sé hann hvergi. Ég sé hann. Jú, þarna er hann. Hann er að koma upp úr sjónum þarna. Ó, nei. Hann stefnir í áttina bátnum hans pappa þins. Pabbi, Jakob! passaðu á hvalnum. Vá, sérðu hvað hann er stór? Ó, nei. Jakob! Pabbi, Jakob! pabbi, passaðu á hvalnum. Ó, nei. Tumi. Hvalurinn, hann gleypti bátinn. Tumi. Hann bara gleypti bátinn í heilu lagi. Hvað er eiginlega að gerast? Hvað áttu við? Á hverju er ég farinn að leka? Leka? Já, það er eins og ég sé fullur af vatni og það lekur út augun á mér. Gosi, þú ert bara að gráta. Þú ert bara sorgmæddur. Þetta er sorgin. Tumi, Já, hvalurinn, hann gleypti pappa minn. já, ég veit það. Hann bara gleypti elsku góða pappa minn. Já, Tumi, já, hvalurinn, hann gleypti pappa minn. já, ég veit það. Já, það þýðir að hann er kannski ennþá lifandi. Þú skilur ofan í maganum á hvalnum. Lifandi, heldurðu það virkilega? Já, og það þýðir að ég get sko ennþá bjargað honum. Hvað ætlað þú að fara að gera á móti heilum hval? Ég? Já. Ég ætla ekki að fara einn, Tumi. Nú? Nei, auðvitað kemur þú með mér. Ég? Já. Já, ég get það ómögulega. Ég á að vera mættur á fund eftir rúmlega korter. Tumi. Já. Þú manst alveg gamla heilræðið, er það ekki? Nei, ég man það sko ekki neitt. Jú, sko, ef þú ætlar að fara að berjast við hval, já, fáðu þér þá bara engisprettu.
Já, þetta hef ég nú aldrei heyrt áður. Nei, ég var líka bara að búa það til. Vá, en þetta hljómar vel. Ertu tilbúin? Já, ég kem með þér. 1, 2 og 3. fiskibollunni þarna. Sérðu? Tumi. Gosi. Já. Ég er hræddur. Ég er líka hræddur, Tumi. Jú. En það er allt í lagi. Er það? Já, þá erum við hræddir saman. Hræddir saman? Já. Vá, það er frábært. Psst. Þið þarna. Hafið ekki svona hátt. Hvað, af hverju ekki? Hvalurinn sefur. Við viljum ekki að hann vakni. Hvalur? Hvaða hvalur? Hvaða hvalur? Jú. Þessi hérna. Tumi. Gosi, hvað gerum við núna? Við verðum að komast ofan í magan á honum. Hvernig ætlar að fara að því? Nú bara inn munninn. Æ, Tumi. Farðu varlega. Nú er ég að vera sterkur. Já. Ég ætla að reyna að opna á honum kjaftinn. Já. Tumi. Já. Ég bið honum ekki. Nei. Prófaðu að kitla hann. Vittu hvað? Hver er þú eiginlega? Æ, við höfum ekki tíma til að fara út í það núna, Gosi. Gosi, hvað? Hvernig veistu hvað ég heit? Hef ég ekki séð þig einhvers staðar áður? Nei, aldrei áður. Ekki þessi Gosi.
Ekki þessi Gosi. Þú ert orðinn allt annar Gosi. Ha? Kýtlaðu hvalinn, Tumi. Kýtla hvalinn? Kýtli, kýtli, kýtl. Tumi, já, við verðum að reyna eitthvað. Já, en þetta líklega ekki besta hugmyndin. Ég veit að... Já, ég skal athuga hvað ég get gert. Ég farið bara varlega. Já, ertu tilbúin? Já, ég er tilbúin. Gilli, 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 gilli. Tumi! Já! Halt áfram! Hann er að opna kjaftinn! Og gilli, 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 gubbi, lilli, sæti hvalur. Búbulu, Tumi, komdu fljótur! Já! Áður en hann lokar kjaftinu! Gosi, sérðu? Þetta er... Pabbi! Já! Pabbi! Pabbi! Pabbi, þetta er ég! Gosi! Þetta er ég! Gosi! Já! Gosi minn! Já! Þú ert á lífi! Já! Og Tumi engisbretta líka! Já! Það er ekki að spyrja samviskusemin í þér! Pabbi, þú ert lifandi! Já, ef lifandi skildi kalla. Við lifum nú ekki lengi inn í maganum á þessari ófresku. Nei, við verðum að komast aftur út! Já. Hvernig í ósköpunum förum við að því? Ég er með hugmynd. Já. Ég er með hugmynd. Já. Alveg svo við komumst inn í hann, Gosi. Já. Gilli, 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 gilli. Æ, hvað heldur að þú hafir í heilan hval, Tumi minn? Þú ert bara engispretta. Heyrðu, Já. ef að þú heldur að engisprettur sé eitthvað annars flokks, þá er það bara fordómar í þér. Æ. Tumi, Já. Ekki vera svona reiður. Jú, ég verð bara víst reiður þegar maður er búinn að leggja sig í bráða lífshættu við að bjarga honum pappa þínum. Æ, Tumi minn, ég ætlaði ekkert að gera neitt lítið úr þér. Tumi, manstu hvað ég sagði þegar ég var reiður? Nei. Jú, ég sagði að það var eins og að vera eldur inn í maganum á mér. Já. Það er mitt málið. Við verðum að kveikja eld. Ha? Eld? Til hvers? Treystiði mér bara, það er að eina sem getur bjargað okkur, það er eldur. Já, heyrðu, ég var með eldspýtur hérna einhver stað, ég vona bara að sé ekki orðnar blautar. Frábært. En þá verðum við að finna eitthvað eldfimt. Það er allt svo blautt hér inni. Já, við verðum að... Ég veit hvað er eldfimast hérna inni. Já. Réttu mér eldspýtuna, pabbi, ég skal sýna þér. Býttu, ég skil ekki alveg, Gosi minn. Jú, við kveikjum bara í mér. Ha? Í þér? Já, þá bjargist þið tveir allavega. Gosi, það kemur sko ekki til greina að við förum að kveikja í þér. Nei, bara alls ekki. En það bjargist þið. Svona. Heyrðu, ég er með það. Já. Við notum auðvitað árarnar úr bátnum hans Jakobs sem eldi við. Góð hugmynd. Við kveikjum í þeim, komdu með eldspýturnar. Gjörðu þið svo vel. Farið þið varlega. Ó, elsku drengurinn minn, ég var svo hræddur um ykkur. Ég vissi að þú væri lifandi, pabbi. Já. Farðu varlega, Heyrðu, nú verður hann alveg bálvandur. Ó, Nú þurfum við að standa saman. Já. Við skulum sjá hvað hann gerir. Nú verður hann reiður. Já. Jakob! Já. Jakob! Já. Ég er á lífi! Já, en þú ert á hvolfi? Já, en ég er með hattinn! Já. Við sluppum. Við sluppum! Heilu höldum. Já, en það munaði sko minnstu að hvalurinn næði mér aftur, en ég bjarga. Sérðu, hann er hann, alveg öskuillur. Já, komdu bara þú þorir, þetta ljóti hvalur. Þú er orðið þorramatur áður en þú veist af. Já, Gosi minn, við sluppum heilu höldnu. Gosi, þetta var rosalegt. Gosi minn. Gosi. Jakob. Gosi. Jakob, er ekki allt í lagi með Gosa? Gosi minn. Gosi. Gosi minn. Jakob. Hann er líklega dáinn. Hvað segir? Er hann líklega dáinn? Gosi!
gamall fauskur, það er ég. Bara gamall fauskur. Sem átti sér eina ósk, einn lítinn draum. Drauminn lítinn dreng sem yrði mér stoð og stytta í ellinni. Svona góður og fallegur drengur. En auðvitað var það of mikið til að vera satt. Auðvitað var það meira en ég átti skilið. Nei, Jakob. Þar hefur verið rangt fyrir þér. Þú átt allt gott skilið. Jakob, það er dísinn, Jakob. Hvaða dís? Það er dísinn. Bítustrákurinn er ekki lengur til. En Gosi er ekki dáinn. Ég vissi að þú kæmir og bjargaðir málunum þó ég segi sjálfur frá. Ég þarf engu að bjarga. Þið hafið bjargað öllu sjálfur. Þú, Tumi Engispretta. Og þú, Jakob. Og þú, Gosi. Sérðu? Rístu nú upp, Gosi Jakobsson. Sjá. Mér líður eitthvað svo einkennilega. Það er alveg eins og ég sé fullur af ljósi. Og það lýsir alveg upp í höfuðið á mér og út í handleggina og niður í fótleggina og það er svo hlýtt og bjart. Það er svo gott. Það er svo ofsalega gott. Það er gleðin, Gosi. Þessi sanna gleði. Gleðin? Einu sinni varstu bara spýtustrákur og þá áttirðu engar tilfinningar. Einmitt, Gosi. En svo varstu reiður, manstu? Og svo skammaðustu þín. Já. Og svo varstu hræddur, manstu? Já. Og svo varstu sorgmæddur. Já, núna er ég bara glaður. Já. Og nú ertu orðinn að manni. Já. Þú ert alveg drengur. Já. Elsku pabbi minn. Ó, elsku drengurinn minn. Elsku litli drengurinn minn. Og þú, Tumi? Þú stóðst þig vel. Æ, Sanna, hætti þessu. Tumi. Þú manst hverju ég lofaði þér? Já. Ég lofaði þér einni ósk ef að þú stæðir þig vel. Alveg rétt. Og ætlarðu að óska þér? Veistu það? Ég held að ég þurfi ekki að óska mér. Þarft ekki að óska þér? Nei, því að ég ætlaði alltaf að óska mér þess að ég myndi eignast góðan vin. Og núna? Núna á ég sko ekki bara góðan vin, heldur besta vin í heimi, þó ég segi sjálfur frá Gosi Jakobsson. Manstu? Búp, og pænga, Jakob. Nú förum við sko beint heim. Já.